Það fóru 2 mínútur af fundartímanum. Ég heiti Ragnar Þór Ingólfsson, ég er formaður VR og ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þetta boð að fá að tala á þessu fundi. Og ég ætla að fjalla kerfin okkar, eða allavega svona lífeyriskerfið og mína sýn á hversu mikil og rauninni djúpsta áhrif kerfið er farið að hafa á okkur sem samfélag og hversu erfitt það reynist að gera betur í að bæta grunnþjónustu og kjör þeirra lægst settu og verst settu í þjóðfélaginu út af því. Í VR þá erum við að vorum náttúrulega í verkalýðshreyfingunni sjúkrasjóði og við erum að mæla það í dag að sjúkrasjóðirnir okkar sem við erum að greiða út úr, þeir eru komnir yfir þolmörk. Við erum að fá inn gríðarlega mikla aukningu á kvíða og þunglyndistengdum kvillum inn á sjúkrasjóðina og við greiðum þar alveg út sjúkradagpeninga og við erum að merkja það í mælanlega og tölulega að fólkið okkar þarna úti er að gefast upp. Og af hverju er það að gefast upp? Það eru margar ástæður fyrir því, en það bendir margt til þess að þetta tengist erfiðleikum á húsnæðismarkaði, lágum ráðstöfunartekjum og einnig því að því er stöðugt haldið fram í umræðinu, bæði af stjórnmálamönnum og jafnvel verkalýðshreyfingunni sjálfri, að hér sé fordæmalaus kaupmáttur og góðæri sem sé engu líkt. Þetta eru blekkingar að stórum hluta og þetta höfum við verið að skoða í VR, meðal annars með því að gera kaupmáttarreiknivél sem við munum kynna á næstunni. Þar getum við séð og stutt með tölulegum staðreyndum að þeir sem eru til dæmis á leigumarkaði og eru í millitekjuhóp og undir eru ekki að fá kaupmátt og eru jafnvel í mínus. Þetta getum við sýnt fram á og munum gera það á næstunni. Bágkjör koma í veg fyrir bata. Þetta þekkja og vita allir, nema stjórnmálamenn. Ég tók líka sæti í stjórn VIRK þegar ég tók sæti í stjórn VR. Tók við formennsku í VR. Og þegar maður horfir svolítið yfir sviðið að þá eitthvað með þessu úrræði sem við erum með fyrir framan okkur og kerfin okkar eru þess eðlis að við byggjum upp múra og læsum fólk inni sem er nánast ómögulegt að slíta sig upp úr. Hafa skerta starfsgetu eða hafa rauninni takmarkaða getu til atvinnuþátttöku engin hvati fyrir fólk. Þetta einhvern veginn algjörlega vonlaust dæmi. Síðan þegar kemur að því að reyna að finna leiðir til þess að bæta þessi kerfi, þá kostar það svo mikið að það er ekkert hægt að gera. Á næstu glæru þá fórum við að skoða tekjutíundir, það er að segja útgjöld tekjutíunda. Þetta eru sem sagt tölurnar sem við sjáum hérna uppi, svo 245.000, 360.000 og svo framvegis. Þetta eru meðal ráðstöfunartekjur. Síðan til hliðar eru útgjöldin sem hlutfall af ráðstöfunartekjum. Þetta mjög athyglisvert vegna þess að þarna erum við að sjá greinalega að rauninni allir þeir tekjurhópar upp að svona þessum millitekju flokkum eru með hærri útgjöld heldur en tekjur. Þetta sýnir svolítið svart á hvítu hver staða þessara hópa að við erum að eyða meira en við fáum inn. Og þetta ekkert, það er margt sem bendir til þess að þessi hópar og rauninni allt sem bendir til þess ekki að ná endum saman. Við erum líka að sjá það að yfirdráttarlán hafa hækkað alveg gríðarlega. Þetta eru lán sem eru á 12,7% vöxtum yfirleitt og eru komin held ég alveg örugglega yfir 100 milljarðana í dag. Og við vitum það að þeir sem hafa ekki
kaupgetu til þess að gera nokkuð ef eitthvað kemur upp á, þurfa að leita í verstu dílana. Það staðreynd. Ef þvottavélin bilar, bíllinn, ef eitthvað kemur upp á, veikindi, að þá eru úrræðin skammtíma lán sem eru af verstu sort, sérstaklega smálánin. Þannig að lægstu tekjuhóparnir og barnafjölskyldunar eyða öllu sínum ráðstöfunartekjum í neyslu. Svo langar mér að fara núna yfir í svolítið annað sem er lífeyriskerfið okkar, lífeyrissjóðakerfið, og að venda svolítið kvæði í kross, af hverju, og þetta kannski tengist allt í restina, að ég tók þessar tölur saman minnum í júlí. Þetta eru svolítið breytilega tölur á eignastöðu, en það er alveg hægt að nota þær engar síður. En heildareignir lífeyriskerfisins er 3.600 milljarðar, innlendar eignir 2.800-900 milljarðar, og sem er þá eignastaða kerfisins. Til þess að standa við loforð lífeyrissjóðanna þá þurfa þeir að ávaxta sig 3,5%. Þið þekkið öll þetta viðmið sem á að skila okkur eftir síðustu iðgjaldahækkanir upp undir 76% af meðaltekjum allæfi. Þetta þýðir það að lífeyrissjóðarnir þurfa 100 milljarða úr íslensku hagkerfi til þess að standa undir þessum lofunum. 100 milljarðar á hverju einasta ári bara til þess að standa undir loforðum sínum gagnvart okkur sjóðsfélögum. Iðgjöldin sem að fara nú í 15,5% af launum stefna í að fara yfir 200 milljarða múrinn á hverju einasta ári innan skams. Með ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna og iðgjöldum þá eru þetta gríðarlegar upphæðir sem við erum að borga inn í þetta kerfi hverju einasta ári. Þetta eru upphæðir sem að mun ekki nýtast okkur fyrir en langt inn í framtíðina og er ekkert endilega víst að við gerum það. Við sáum nú hvað gerðist í bankahruninu. Það er ekkert sem bendir til annars en við verðum með kerfisbundin markaðsáböll í framtíðinni. Ef við tökum útgreiðslurnar sem er 119 milljarðar, kerfið er jú að skila mjög háum fjárhæðum tilbaka í formi örorku lífeyrisgreiðslna og svo framvegis. Ef við tökum bara þennan mismun á inn- og útstreymi ásamt ávöxtunarkröfunni til þess að setja þessar tölur í samhengi, þá væri hægt að byggja 3 nýja spítala, fullbúna spítala, eða kosti ekki nema 80 milljarðar rúmlega hver, eða byggja 8.333 íbúðir, 75 fermetra, með að við áætlaðan byggingakostnaði í dag, á hverju einasta ári. Á hverju einasta ári. Þannig að það er oft ekki skrítið þegar maður hugsa til þess að hugsa þessar tölur og stjórnmálamenn þeirra segja að það sé einfaldlega ekki svigrúm, hvorki hjá atvinnulífinu, né innan skattkerfisins til þess að gera betur fyrir fólkið okkar. Ekki kannski allir, en þetta eru svona þessar möntrur, þakka þér fyrir Valdi, en þetta eru þessar möntrur sem við heyrum og þekkjum. Þetta er besta lífeyrissjóðakerfi í heimi. Við erum öfunduð allan heim og alla koppagrundir að þessu frábæra kerfi. En hvernig er þetta gert? Jú, þegar kerfið þarf að ávaxta sig með þessum hætti, svo ég sagði á 3,5%, raunávöxtun, verðtryggð, þá er það gert með hárri leigu vegna þess að lífeyrissjóðirnir eru eigendur í stórum leigufélögum, háum vöxtum sem lífeyrissjóðirnir eru einir stærstu eigendur fasteignalána á Íslandi, hárri álagningu smásölu fyrirtæki og lágum launum, það sem að krafa lífeyrissjóðana arðsemi og ítök og eignarhlutur þeirra í íslenskri smávöruverslun eins og til dæmis Högum er að halda niðri kostnaði og álagningu uppi til þess að auka arðsemi. Þetta sýnir sig líka í mikilli áhættusækni. Við þekkjum öll kannski nýjasta máli sem okkur kannski tengdast er United Silicon, þar sem að lífeyrissjóðir töpuðu milljörðum króna. Ég get nefnt fullt af öðrum hlutum, Fáfni Offshore
útgerðarverkefni í Afríku sem að skilaði miklu mínus og svo framvegis og framvegis. Það er engin vilji hjá kerfinu að fjárfesta í innviðum. Og það við sáum Þórey stödd hérna sem er framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða. Ég hef setið marga ágæta fundi með Þórey og mörgum fleirum sem að koma að þessu kerfi og þá sérstaklega til dæmis eins og Alþýðusambandinu að það virðist akkúrat engin vilji í að taka þátt í samfélagslegri uppbyggingu, setja fjármagn til þess að byggja hér upp gott samfélag vegna þess að innviðafjárfestingin hún er einhvern veginn ekki á dagskrá. Heldur vilja frekar sjóðirnir fara í aukna áhættusækni. Við getum nefnt fleiri dæmi. Öll skuldabréfin í íslensku atvinnulífi fyrir hrun, Baugi, FL Group, Existu, Símanum, Bakkavör. Þetta var allt verðtryggt og mjög háum vöxtum en þetta var ekki verðtryggðan svo að þetta tapaðist nánast á fullu og nánast á einu bretti. Við getum líka tekið annað dæmi. Ef að lífeyrissjóðirnir hefðu fjárfest í innviðum, tökum sem dæmi, 3000 íbúðir fyrir eldri borgara fyrir hrun. Þá má nánast fullyrða að sjóðirnir hefðu ekki tapað sem jafngildi þessum 3000 íbúðum sem hefðu verið byggðar. Þess vegna er ekki verjanlegt að kalla á innviðafjárfestingar eða þátttöku í einhverju verkefnum sem eru smáaurar í heildarmyndinni. Það er ekki verjanlegt að ýta því út á borðinu á meðan við horfum á það að hér eru sjóðir að belgja út markaði eins og enginn sem morgundagur með tilheyrandi sveiflum. Icelandair hækkar eitt árið 40-50%, lækkar annað árið 20%. Við ypptum bara öxlum. Rekstrarkostnaður kerfisins. Það er ágætt að setja þetta í samhengi líka við ég seti þetta alltaf í samhengi þegar er verið að segja við okkur að það sé ekki hægt. Það er ekki hægt að hækka persónuafslátt, það kostar svo mikið. Það er ekki hægt að gera þetta og það er ekki hægt að gera hitt. En það er hægt að reka lífeyrissjóðakerfið með þessum hætti sem ég ætla að fara yfir núna. Að rekstrarkostnaður, það er erfitt að segja nákvæmlega til hvað kostar að reka íslenska lífeyrissjóðakerfið. En ég ætla að gera heiðarlega tölur. Megnið af þessum tölum, eða allar tölur, nemast þær fyrstu sem eru áætlaðar 17-22 milljarðar á hverju einasta ári. Þetta er einu tölur sem eru áætlaðar, allar aðrar tölur koma úr ársreikningum þeirra sjálfra. Áætlaður rekstrarkostnaður 15-22 milljarðar, hér eru 28 lífeyrissjóðir samkvæmt lífeyrissjóðaskrá. Þeir eru ekki allir virkir eða þeir taka ekki allir við iðgjöldum. Ég ætla að taka fyrir 14 stærstu lífeyrissjóðina. Ástæðan fyrir tekast á 14 er vegna þess að þetta eru þeir 14 sjóðir sem að eiga í framtakssjóð Íslands sem ég kem annars inn á eftir. Launakostnaður til æðstu stjórnenda þessara 14 sjóða voru 940 milljónir á síðasta ári. Ef við tökum einn lífeyrissjóð af þessum 14, þetta er næststærsti sjóðurinn sem ég greiði, lífeyrissjóð Vestlumanna, þá voru 5 æðstu stjórnendur árið 2016 með 135 milljónir í launagreiðslur. Þar að framkvæmdastjóri með 40 milljónir. Skrifstofa og stjórnunarkostnaður var 824 milljónir. Og fjárfestingagjöldin, þar segja kostnaði við að sýsla með eignir lífeyrissjóðsins 658 milljónir, 2,5 milljarður samtals. Einn lífeyrissjóður á 28, reyndar sá næststærsti. Rekstrarkostnaður 14 lífeyrissjóða af þessum 28 var í fyrra 13,7 milljarðar með fjárfestingagjöldum. Skrifstofa og stjórnunarkostnaður 5,3 og áætluð fjárfestingagjöld 8,5. Þetta eru tölur úr ársreikningum. Lífeyrissjóðarnir eiga í fullta af fjárfestingasjóðum, bæði hér heim og erlendis. Ég ætla að taka lítið dæmi eitt sjóð. Ég er að gera þetta þannig að þið áttuð ykkur á yfirbyggingu kerfisins sem að segist og fullir að það beri hag ykkar fyrir brjósti. Árið 2015 voru 7 starfsmenn í Framtakssjóði Íslands. Hann var stofnaður á sínum tíma til þess að kaupa upp brunarústir úr atvinnulífinu og reisa þær við og þá með hag lífeyrissjóðana eða eigenda Framtakssjóðsins að leiðarljósi.
Og Framtakssjóður Íslands í eigu 14 lífeyrissjóða sem ég taldi upp áðan ásamt Landsbankanum sem ríkisbanki. Árið 2015 voru 7 starfsmenn sem héldu utan hlutabréf í 3 fyrirtækjum. Rekstrarkostnaður þá var 294 milljónir og laun og hlunnindi stjórnar og framkvæmdastjórum 40 milljónir. Árið 2016 voru eignirnar orðnar 2, Icelandic Group og Invent Pharma, 4 starfsmenn og rekstrarkostnaðurinn yfir 200 milljónir. Þetta eru hlutabréfaeignir í 2 félögum. Þetta eru hlutabréfaeignir í 2 félögum. Maður skildi nú halda að öll sú yfirbygging í lífeyrissjóðakerfinu og allir þeir forstjórar og þeir sem starfa við stjórnun í þessu kerfi hefðu þekkingu og getu til þess að halda utan hlutabréf í þessum 2 félögum. Hefði ég haldið, en það virðist ekki vera. Ég veit ekki hvort munið það, en framkvæmdastjóri Framtakssjóðs Íslands fekk mætingabónus upp á 20 milljónir í fyrra. Rekstrarkostnaður Framtakssjóðs Íslands síðustu 3 ár, 390 milljónir. Ég gagnrýndi þetta núna í vor, minni mig, hvort það var það bil, og það komst svolítil umræða í kringum Framtakssjóðinn. Okkur var tjáð og honum verði hugsanlega slitið snemma á næsta ári. Það verður fróðlegt að sjá hvað bætist í rekstrarkostnað á því tímabili. En þetta algjörlega galið fyrirkomulag þegar við erum með slíkan sjóð sem ekki búið að slíta, þegar við höfum virðist að hafa alla þessa þekkingu og yfirbyggingu í lífeyrissjóðakerfinu til þess að sjá umsýslu á þessum eignum. Og setjum þetta alltaf í samhengi við það þegar að forsvarsmenn lífeyrissjóðanna koma fram og segja: nei, við höfum ekki leyfi til að taka þátt í innviðauppbyggingu. Við höfum ekki leyfi eða lagaleg rök eða heimildir til þess að fjárfesta í húsnæði, til þess að koma að einhverju uppbyggingu. En þá breytum við bara lögunum, það ekki? Það búið að gera yfir 200 lag- og reglugerðarbreytingar á lífeyrissjóðunum frá hruni. Og allt þetta breytingar sem eru tilfallnar til þess að aðlaga kerfið að sjálfu sér og breyttum aðstæðum á fjármálamörkuðum. Margar spurningar: er lífeyrir verðtryggður? Hann það ekki í almenna kerfinu. Hann hækkar samkvæmt samhliða vísitölunni, en sjóðunum lagalega skylt að skerða réttindi ef að tap verður eða tryggingafræður halli í ákveðin tíma. Þannig að lífeyrinn okkar ekki verðtryggðar en svo. Þarf verðtryggingu til að greiða verðtryggðan lífeyri? Nei, það þarf ekki verðtryggingu til þess að geta greitt verðtryggðan lífeyri. Eins og ég sagði áðan, það töpuðu gríðarlegar upphæðir á verðtryggðum skuldabréfalánum til fyrirtækja. Þetta voru meira og minna kúlulán, ég er búin að fara yfir öll, þetta voru gríðarlegar upphæðir. Þær voru ekki verðtryggðar en það töpuðust að stórum hluta að öllu leyti. Það sem tryggjur okkur lífeyri fyrst og fremst gæði fjárfestinga. Sjóðirnir geta aldrei greitt út betri lífeyri heldur en eignirnar og gæði fjárfestingana á bakvið loforðið. Við erum með markaðsdrifið kerfi, þannig að við eigum allt okkar undir stjórnendum lífeyrissjóðanna. Ef ég heppinn og minn framkvæmdastjóri eða forstjóri míns lífeyrissjóðs fer réttum megin fram úr alla morgna, þau 40 ár sem ég þarf að greiða inn í kerfið, þá ég heppinn. En það ekki allir svo heppnir. Við höfum séð, lífeyrissjóðirnir voru 97 talsins þegar mest lét. Það ekki hægt að kenna verðbólgu eignabruna sem var í kerfinu síðustu áratugi á 7., 8. og upp undir 9. áratugarins. Heldur gleymist oft svo saga þegar að sjóðirnir voru að lána vensla mönnum, fyrirtækjum í sveitarfélögum í rauninni all skrautlegri útlánastarfsemi og fjárfestingum. Þetta myndi ég segja væri kannski það sem fór hvað verst með íslenska lífeyrissjóðakerfi frekar heldur en endilega verðbólgan. Við vitum þó allavega þeir sjóðsfélagar sem töpuðu sínu réttindum í verðbólgunni sem var hér áður, þeir hugsanlega fengu líka traustasta lífeyrinn sem þeir fengu síðan á endanum. Það var
skuldlaust þak yfir höfuðið. Það eru þeir lífeyrisþegar sem að standa best. Það er gríðarleg misskipting í kerfinu. Við getum verið hér, ég og Sigmundur, gamlir, förum út á vinnumarkaðinn. Það þarf ekki að muna nema nokkrum yfirvinnutímum og þá erum við komnir á skjön. Það er nóg fyrir hann að greiða einhvern annars sjóð sem hefur hærri örorkubyrði heldur en minn. Þannig að það er rosalegt óréttlæti í þessu kerfi og þegar við notum hugtök eins og samtrygging og jöfnun réttinda, þá getum við verið viss um það að þeir einu sem eru með sömu réttindi í þessu lífeyrissjóðakerfi okkar og þessu kerfi eru þeir sem eru ekki með nein. Þess að undirstrika hættur á rauninni markas áhættu kerfisins og hrun kerfisins, þá getum við farið aftur til 2009. Árið 2009 ákveða stjórnvöld að greiða út séreignarsparnað. Fólk að tekið út, mér minni hafið 1 milljón, munið eftir þessu. Og til þess að svona bæta stöðu einstaklinga eftir þetta mikla áfall sem hrunið var þó, nema það að lífeyrissjóðirnir komu til og báðu að fá að dreifa þessari útgreiðslu á 10 eða 12 mánuði. Það er að segja að þú ætlar að taka út 1 milljón en það fæst bara kannski 100.000 kall á mánuði. Þetta var gert vegna þess að það var ekki seljanleiki á mörkuðum þessum tíma. Lífeyrissjóðirnir voru búin að segja við erum búin að gera upp hrunið og komum bara nokkuð vel út. Þetta var ekki nema 500 milljarðar. En þeir sögðust vera búin að gera upp sína bækur, en samt að seljanleiki enginn á mörkuðum til þess að geta greitt út lífeyri. Þannig að þeir þurftu að dreifa þessu til þess að geta notað iðgjöldin okkar til þess að borga út. Sem þeir gera enn. Það kemur miklu meira inn í kerfið heldur en fer út. Og ennþá meira núna eftir að hækkuðum iðgjöldin úr 12 upp í 15,5%. Þetta gerir það verkum að hvað gerist þegar kerfið verður fullt þroskað og innstreymið, iðgjöldin okkar standi ekki lengur undir útstreyminu eða okkar lífeyri, hvað mun gerast? Þegar að svona markaðsaðstæður koma upp aftur, vegna þess að við vitum eitt, það hefur ekkert breyst kerfislega í okkar fjármálakerfi eða fjármálakerfi heimsins sem að bendi til annars en það verði kerfisbundnar niðursveiflur ókomna tíð. Þannig að þegar það verður ekki seljanleiki á mörkuðum og þeir lífeyrisþegar sem þurfa að reiða sig á þennan markaðsdrifna lífeyri munu taka á sig stærri skell heldur en hægt að ímynda sér. Vegna þess að ef að sjóðurinn hefði þurft að losa eignir 2009, þá hefði eignabruni kerfisins orðið á skala sem erfitt að ímynda sér. Með öðrum orðum, það veit enginn hvers virði þessar eignir eru fyrir þar að selja þær. Til þess að breyta þessu kerfi þá þarf fyrst og fremst að taka kerfið úr þessu markaðsdrifna umhverfi. Að við getum ekki og eigum ekki að treysta á rauninni kerfi þar sem að við eigum allt undir með ákvörðunum einstaklinga, fjárfestingum, hlutabréf. Við eigum að tryggja réttindi og hag lífeyrisþega og vera með samtryggingu þar sem við tryggjum lágmarksframfærslu eða rauninni framfærslu sem að dugar fyrir mannsamandi lífskjörum. Eitt af því sem að ég hef gagnrýnt líka varðandi lífeyrissjóðakerfið, það er ekki bara samspil kerfisins við almannatryggingakerfið, yfirbygginguna og flækjustíð, heldur líka samspil atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar sem koma að stjórnun almannakerfisins. Og ég tel að ástæðan fyrir því að verkalýðsbarátta undanfarna ára hefur verið þetta bitlaus er vegna þess að á hinu háborði ASÍ hafa oftar en ekki verið teknar ákvarðanir sem að í rauninni byggja undir lífeyriskerfið á kostnað hins vinnandi einstaklings eða almennings í landinu hverju sinni. Og það sáum við þegar komið var í veg fyrir það að taka vísitöluna tímabundnu úr sambandi eftir hrun. Þannig að það myndi gera heilmikið fyrir verkalýðshreyfinguna að missa sætið sitt hinum með við borðið og fara að vinna að einhverjum heilindum og dug í baráttunni fyrir bættum kjörum launafólks og okkar allra. Vegna þess að ef við þéttum ekki öryggisnetið okkar og hlúum að þeim versettu, við þurfum að þetta togar okkur öll niður.
þess vegna svo mikilvægt líka fyrir okkur verkalýðshreyfingunni að taka þátt í baráttunni fyrir bættum lífskjörum allra. Það hífur okkur öll upp. Við hljótum að vera sammála það. Lausn, nýtt kerfi, við þurfum klárlega að leggja niður núverandi kerfi. Það algjörlega ljóst. Við erum að borga, já, þetta skattur upp á 15,5% sem að verða að borga inn í þetta kerfi. Þetta er sama svigrúmi sem að ríkið og rauninni fyrirtækinu vantar til þess að gera betur, sem ríkinu vantar í skatt til þess að byggja upp alvöru grunnþjónustu. Við erum svo stutt frá þessu. Við erum ekki nema 3 launaseðlum frá því að missa íbúðina. Við erum 3 launaseðlum frá sárri fátækt og 3 afborgunum frá því að missa annarkvort íbúðina á leigu eða sérregnamarkaði. Þetta svo stutt á milli. Og það svo mikil hugsun hérna á Íslandi að við hugsum ekkert þetta fyrir við lendum í því sjálf. Og það sér maður svo mikið á umræðinu til þeim sem ást í staði bara á samfélagsmiðlum að ótrúlega fólk sem hefur kannski aldrei látið sig velferðarmál varða fer á hliðina þegar að eitthvað kemur upp á fyrir það sjálft. Eina hugmyndur sem við höfum komið með til þess að bæta kjör þeirra lægstsettu að fara í gegnum skattkerfið. Árið 1990 voru lægstu laun 80% af skattleysismörkum. Árið 1998 voru lægstu laun skattlaus. Slétt. Þetta er 0-punkturinn. Nú í dag þá eru 280 krónur lægstu launi skatturinn sem við borgum þar 46.388. Og síðan eru kaupmáttarkrónurnar sem við fengið í gegnum launahækkanir líka étnar upp í gegnum skerðingar á vaxta, barna eða húsnæðisbótum sem eru tekjutengdar. Og þarna hefur ríkið sparað sér 20 milljarða sem hafa verið teknar í ráðstöfunarkrónur frá vinnandi fólki, frá öryrkjum, frá lífeyrisþegum í formi tekjutengingabóta. Þannig að og hérna þessi þróun, hérna sjáum við í rauninni hvernig skattleysismörkin hafa ekki fylgt til dæmis lágmarkslaunum. Og hérna sjáum við líka breytingu á skattbyrði eftir launatíundum. Hérna erum við reyndar að sýna fram á að lægstu tekjuhóparnir og millitekjuhóparnir hafa tekið á sig mestu aukningu á skattbyrði frá 1997 til 2015. En þeir hæstu tíundurnar hafa tekið minnstu hækkun á skattbyrði. Þetta eru tölulegar staðreyndir. Aukin velferð kostar samfélagi miklu minna til lengri tíma litið. Það alveg rétt. Það kostar mikið að hækka skattleysismörk. Ríkið verður að einhverju tekjutapi. Það er að gera þetta marga vegu. En til lengri tíma litið, ef þú hefur verið lengi til dæmis í atvinnulífinu eins og ég var áður, ég tók við formennsku, með mannaforráð og áætlanagerð og fleira, þá vissi ég það að ef ég reyndi að borga starfsfólkinu aðeins betri laun, að það kom ekki vel út í Excel-skjalinu fyrsta ársfjórðunginn, eða annan, eða hugsanlega ekki eftir árið, en til lengri tíma litið, þá var ég með minni starfsmannaveltu, meiri framlegð, meiri ánægju. Þannig að það þarf langtíma hugsun þegar við erum að tala hluti eins og að hlúa okkar veikustu bræðrum og systrum eða þétta öryggisnetið, bæta kerfin okkar, gera þau skilvirkari og einfaldari, þá þurfum við langtíma hugsun. Það þýðir ekki bara að horfa í einhverja krónur eða tölur á Excel-skjali, hvernig það kemur við bókhaldi okkar eða ríkisbókhaldi í dag eða morgun, heldur hvað gerir það til lengri tíma. Og þetta einmitt góður punktur líka varðandi heilbrigðiskerfið okkar, að við vitum það líka að við erum með kerfi í dag, bæði í geðheilbrigðismálum og síðan náttúrulega heilbrigðiskerfið eins og leggur sig. Við erum að taka á móti einstaklingum á lokastigum, á endastöð. Þegar við förum með barnir á bugl og það kannski búið að skaða sig, þá er kannski spurt já, hversu djúpt var það. Vegna þess að við erum ekki að skera inn í, eða skerast í leikinn á fyrri stigum. Það eru engar forvarnir í gangi. Og hvað haldið það kosti? Ríkið, skattgreiðendur, samfélagið að missa vinnandi, heilbrigðan,
einstakling yfir á örorku. Og þetta það sem við erum að sjá gerast inn í VR. Fólkið okkar að gefast upp. Við sjáum þetta bara rauninni frá tölulegum sjónarmiðum og meðan stjórnmálamennirnir okkar, margir hverjir, og atvinnulífið horfa niður á okkur sem, hvað við segja, gráðuga lúsugan almúgan. En valdið alltaf okkar. Við þurfum að hafa kjark til þess að kjósa breytingar. Nú eru kosningar ný afstæðnar og við vonum bara það besta að við náum að það komi stjórnmálamenn til valda sem hafa kjark og þor og dug í að ráðast á rót vanda þessara kerfa sem við erum með, sem yfirbyggingin, flækjustigið, samspil þessara kerfa sem vinna á móti okkur en ekki með okkur. Takk fyrir.